Sælir áhorfendur góðir og hjartanlega velkomin á KA-TV. Kynnuðu byrjunarliðin og byrjum á gestabliðinu. Það númer 4, Andrea. Númer 6, Kasper. Númer 8, Pétur Örn. Númer 10, Benedikt. Númer 16, Byrjun Karol. Númer 19, Hákon. Og líkuróðin Sverrir. Á kynnuðu heimaliðinni, það númer 1, Antoni. Númer 3, Miguel Mateo. Númer 5, Marcel. Númer 8, Óskar Fernandes. Númer 9, Grafko. Númer 13, Virgin og Grafla, Gísli Martein. Og líkurinn Matteus. Og frábærliðsins Júlía. Þá búið að kynna byrjunarliðin hjá báðum liðum og allt gett til frambúnaðar á meðan leik. Við verðum saman í þessum útsendingu. Ég heiti Ólafur Haukur Róbertsson og Jú, sæll vertu. Herði, já, þetta verður svakalegur leikur vonandi og bara frábært þessi byrjið aftur. Já, það búið að spila 2 leiki, meistari meistarana. Má sjá, ég gæti verið að sé eitthvað smá tekník hérna. Leikurinn fyrir hérna byrja innan skamms og það Vestri sem byrjar með boltan. Já. Sjáum hvað gerist hérna. Virkir þú kannski vísir að við hana heyrist eitthvað illa í mér? Já, herðu, þá erum við að fara að hefja okkar fyrsta leikinn hérna í KA-heimilinu á þessu tímabili og Vestri byrjar í uppgjöf. Og hann byrjar í uppgjöf, það Pétur Örn, það mikið breytt lið frá Vestra frá síðustu ári. Það ætla greinilega mikið að reyna á ungu leikmennu núna, hann meira svo sjálfur komin á bekkinn og ætla að lega bara ungu strákunum sem hann búinn að þjálfa að spila. Fín vörn á Vestra, kemur KA, Matti með fína vörn og vel gert hjá Marcel, þarna treður hún niður með blokkinni. Virkilega vel gert. Með Skottsmass hérna og hérna góð vörn og svo það Matteo sem setur þennan í gólfið. Fín byrjun hérna hjá KA. Já, mjög sterkt hjá KA-liðinu að byrja strax bara 2-0. Þetta verður ekkert auðvelt verkefni þó að þessu ungt Vestralið. Þeir vilja klárlega vinna. Keyrðu ekki alla þessu lið hingað til að tapa. Ég lofa þér því. Það er rétt. Þeir hérna hafa engan áhuga held ég að ferðast í 8 klukkutíma bara til þess að tapa sko. Nei, held ég ekki. Fín uppgjöf hérna hjá Kasper. Þetta var fín tilraun hérna hjá Óskari. Já, reynda bjargunum hérna eftir mistök hjá Matteo. Ætlaði að vera rosa lúmskur en klikkaði á að kofera sjálfan sig. Óskar gerði vel í að reyna að ná honum. Þessi bolti út. Já, aðeins langur hjá honum. Mista hann aðeins upp. Hann veit upp á sig sökina. Ég hef nú bara að segja, það er nú bara virkilega spennandi að horfa á þetta Vestra lið. Já. Ungi leikmenn og vel bjargaðan hjá þeim, kemur KA-liðið. Gott smass, rétt úti. Já, fín tilraun.
Já, það er rétt. Ég veit ekki alveg hver meðalaldurinn er hjá þeim inn á gólfinu núna. Hann er svona frekar lágur. Nei, erlendur leikmennir, já, þessi eini sem er núna, hann hækkar aldurinn aðeins. Akkurat. Og já, flott stig, Antoni. Antoni að gera vel í fjarvist okkar allra besta Hermann Spering sem fór frá okkur. Rétt. Fyrir tímabilið. Þetta var að sinna öðrum verkefnum. Og það eru stórt skarð fyrir Antoni að fylla í. Akkurat. Ekki nógu góð móttaka Vestra en gera vel samt. Vel slegið hérna hjá Karol. Já. Slær hérna og býður eftir að Óskar sé að lenda og slær í hendurna á hann og niður. Þá er Benedikt mættur í uppgjöf hjá Vestra. Fín uppgjöf, fín móttaka hjá Óskari. Kemur Matteo. Gott cover hjá Strafko. Kemur Matteo aftur. Já, þeir bjarga þessu og þá koma þeir. Já, góð vörn hjá Matteus hérna. Hvað gerir Óskar? Þrefald blokk á mótunum. Hann laumar. Smá misskilningur hérna hjá Vestra-strákunum. Voru ekki alveg viss hver að taka hann. En skynsamlega gert hjá Óskari. Lauma á miðjan völlin bara. Hann kemur Matteo með uppgjöfina. Fín uppgjöfunum, góð móttaka hjá Adrian hérna. Og frábær blokk hérna hjá Strafko, sýnist mér. Já, þetta var mjög vel gert. Fyrirliðarnir tveir tók þetta saman hérna. Já. Strafko og Gísli. Góð móttaka hérna. Kemur miðjan, vel slegið hjá Vestramönnum. Matteo var ekki alveg nógu liðugurstinn á þessum. Nei, akkurat. Það var nú eitthvað að tala um að það væri búinn að fara í jóga og svona, en ég heldur aðeins lengur, meiri tíma þetta. Hot jóga kannski. Hot jóga kannski, á næran þessu. Ég stingu upp á við hann. Það er alltaf verið þegar boltið fyrir strengi fyrst og leikur svo yfir. Það er óþægilegt. Fín uppgjöf af Karol, hann er góð móttaka þá. Já, dæma neta á blokkinni á Vestra. Já. Fín smass á Gíslaðingar síður. Gott að sjá Strafko. Strax kom með 3 smöss held ég á miðjunni. Gott að sjá Strafko, hann ætlar að láta miðjuna spila svolítið í dag. Já. Hann þarf á því að halda, ungir og hraðir strákar hinum megin. Og verður að opna völlin úti vel. Góð móttaka Sverri. Frábær boltið hérna og gott stig hjá Vestra. Já, það var vel gert. Þeir eru greinilega að nota miðjuna líka. Já, það var virkilega vel gert. Hörkusmassi á Pétri. Og þá er Hákon Ari komin í uppgjöf fyrir Vestra. Það var ekki erfið bolti fyrir Matteus og vel gert hjá Sverri að bjarga þessu. Og þeir bjarga þessu, vel gert hjá þeim. Strafko sniðugur þarna. Þeir voru búin að leggja sig mikið fram með að bjarga þessu en hann beið bara. Hann beið bara hjá rólegur skynsemi þarna. Algjörlega. Setna hann bara í hornið. Uppspilarar með að skora líka. Já. Strafko vill alltaf gera leikina aðeins auðveldari fyrir sjálfan sig. Með Gísli. Já, þetta var sennilega tvíslag, það ekki? Já, mók, já. Já, ég er ekki viss. Hann er með lokaðan lóan, en kannski lyfti honum á mikið bara. Þá er Pétur Örn komin í uppgjöf. Fín móttaka hjá Marcel. Kemur Antoni. Já, vel gert Antoni. Vel slegið Antoni. Komið hann 2 snögg stig á miðjunni. Það er vel gert. Skynsamt í Antoni að nýta sig bara. Hann er ekki hæstur í loftinu, hann slæði bara djúpt. Nota allan völlin. Það getur erfitt að verja á smiðjum sem slá svona djúpt. Já. Vond móttaka hjá Sverri hérna. En Vestri bjargar þessu. Með gratisbolti, hvað gerir eftir kemur Matteo. Þeir bjarga þessu. Já, hann er þá... Er hann í afturlínu að slá hérna... Hann Adrian, eða... Já,
uppspilarinn, nei, líbróin hjá Vestra spilaði upp fyrir framann sóknarlínu og Já. þeir vilja meina hann hefði gert það eins og sé fingurslag, þá má hann ekki hoppa kanturinn. Akkurat. Matteo, vel slegið. Þetta höfum við séð ansi oft af blokkinu út. Og átöku Vestri leikhlé í stöðunni 11-7 fyrir Káa. Já, fín rispa hann í lokinni á Káa. 3 góð stig í röð. Já, ætlar að vera pínu erfitt fyrir Vestra menna og ungir leikmenn náttúrulega, það er kannski erfitt að koma inn í svona leik á móti liði eins og Káa sem er miðaldurinn svolítið herri. Skynsemi sem ræður verkum þar. Það er mér reynsla Káa mín, það er alveg á hreinu. En það er spurning hvað hann ætlar að segja á strákana, hvað ætlar það að gera. Akkurat. Spurning hvort við fáum að sjá hann sjálfan kom inn á í dag eitthvað. Já, hann er nú allavega á skýrslu, þannig að hann gæti vel verið að hann spila eitthvað. Kemur lítið óvart að hann kemur inn með einhverjum mikilvægum augnablikum. Akkurat. Spurning bara hvaða stöðu hann kemur í. Já. Góð vörn hjá Káa þarna og kemur Marcel og slæri yfir blokkina. Frábært. Yfir blokkin í hornið og verða hann ekki hérna. Nei, það er alveg virkilega vel slegið hjá honum. Og kemur Juan inn á. Í þeim tölu orðum. Já, kemur inn í uppspilarastöðuna. Akkurat. Kemur kannski ekki óvart. Erfið staða og erfitt fyrir unga mann að koma svona hart inn í það. Matteo með háan bolta á Matteo. Þessi fór inn. Vel slegið hjá honum. Já. Móttakan brást aðeins þetta hjá Vestra. Já. Þetta er líka erfið bolta frá Sakko. Já, mjög góður uppgjöður og enda er hann í uppgjöf Sakko. Stuttur bolti, Sverrir nær þessu. Já, og Matteo náði þessu og nei. Góð tilraun þarna. Matteo fór allavega í gólfið. Já. Það er ekkert að biðja mikið meira. Nei. Ég held að hann sé að komin halva leiðin í klefa. Hann hlýtur að koma einhvern tímann aftur. Hann er staðinn upp. Það var að gefa honum smá séns. Það er annað tíma. Þetta er mikil aðtöfn hann fyrir niður. Já, akkurat. Kemur Juan. Góð uppgjöf hjá honum. Það er Vestri boltan aftur. Vel varist hjá Óskari. Góð vörn þarna hjá Vestra. Kemur Marcel, setur í blokkina. Já, hann er hann mættur Juan. Gott vörn hjá Matthews og lauma og Já, það er svona virkar eins og sé aðeins mér yfirvegum Káa megin og þeir verðast að ráða betur við þessar sóknir hjá Vestra. Marcel. Já, góð uppgjöf. Hann er þessu nýju leikmennu sem kom inn í Káa-liði núna í vetur. Já. Mjög spennandi að fylgjast með honum. Sáum hann aðeins í fyrra, spilaði með Völsungi fyrra. Ungur strákur, ég held að það sé bara fæddur 2003. Já. Það er bara virkilega samt yfirvegaður og flottur leikmaður með aldur. Akkurat, já. Með Adrian fyrir Vestra. Fútbolti þarna, svolítið langur. Hvað gerir Vestri? Og skynsamt hjá honum. Já. Það eru smá svona erfiðleikar hjá Vestra sem er eðlilegt. Svona ná hrollinum úr sér. Algjörlega.
Fínu móttaka hjá Óskari, kemur Óskar. Og Já, vel gert. Håkon Antoni kunni ekki fyrir Káa. Fín ekki hjá honum, góð móttaka hjá Sverri. Kemur á miðjuna. Virkilega vel slegið þarna hjá honum Benedikt hjá Vestra. Já, þeir eru að fá fín stig á miðunum hjá Vestra. Já, það virðist vera svona þeirra stærsta ógn núna, það er miðjan hjá þeim. Fín uppgjöf, fín móttaka, kemur Óskar. Setur í blokkinn út. Já, vel gert. Skynsamt hjá Óskari. Þetta er eins og við vitum Óskar getur. Slegið bara rosalega fast í blokkinn og vonaði það besta. Akkurat. Það heppnaðist þarna. Kemur Matteo. Hún fer yfir. Kemur Karol. Já, þessi fór út. Ætlaði sennilega að ná að slá í hendurnar hérna á blokkinni en bara yfir allt. Sennilega blokkin ekki verið nógu hátt. Já, akkurat. Fín móttaka hann á aftur á miðjuna og þessi er inni. Virkilega vel gert, þeir spila virkilega vel á miðjuna og þeir þurfa bara að ná móttökun svolítið betur inn, þannig að sé þannig að geti spilað meira á miðjuna. Akkurat. Það er alltaf gaman að fylgjast með Blackleg þar sem það er gott miðjuspil. Það er einhvern veginn hleypir mér í fjöru í þetta. Það gerir það sko. 12-18. Káa enn að leiða. Fín móttaka þarna, kemur Gísli, þarna er það. Þetta var gott miðjuspil. Og þá gerir Káa tvöfalda breytingu. Kristófer kemur inn fyrir Matteo í afturlínu og er rauðspilari og Strafko og Ágúst Leo, ungu leikmaður sem við fengum á Þrótti að koma inn í díóstöðuna. Kemur framlínu þá. Það verður spennandi að fylgjast með honum í vetur. Það er mjög spennandi. Sáum hann koma reglulega inn í hjá Þrótti síðasta vetur. Virkilega ungur og efnilegu leikmaður. Akkurat. Það verður gaman að fylgjast með honum. Óskar góð uppgjöf. Góð uppgjöf hjá Óskari. Ég held að mér að ég hef ekki getað tekið mótið þessum bolta. Hann var það góður. Það var nú mikið sagt. Akkurat. Og þá gerir Vestri skiptingu. Kemur Marcin inn fyrir Karol. Þá verður Marcel væntanlega auðspilari og hann verður Díó. Já. Hann ætlar sjálfur að vera í móttöku. Góð móttaka hjá honum. Óhefnir þarna venstramenn. Hákon ætlar að finna blokkina þarna. Fann ekki alveg puttana hjá þeim. Já. Fín tilraun samt. Og það er Óskar í uppgjöf. Góð uppgjöf þarna. Og miðjuspil. Já. Já. Þessi fór ekki að blokkinni en fín smass. Nei, fín smass. Fín tilraun hjá Kristófer. Spila á Ágúst, leið honum slá aðeins. Og gerir Káa aðra skiptingu. Kemur Hákon inn á fyrir Óskar. Og núna er þessi vorum að tala með meðalendurinn á. Hann er nú ekki hárinn hjá Káa akkurat núna. Nei, hann er lækkað svolítið. Það er gaman að sjá þess að nýju ungu leikmenn fá séns. Það gæti hafa verið, U18 eða U20 liði fyrir nokkrum mánuðum síðan hérna. Já, ætli það ekki. Meira að minna. Meira að minna. Kemur Gísli. Herru, það er
Marcin hefur verið aðeins og fljótur að fara af stað þarna eða... Alltaf hann að stela sér aðeins. Já. Hvað hann vissi upp þessu sökina. Já, ok. Hann vissi nákvæmlega hvað var að gerast. Já. Það er sennilega verið Juan sem ætlaði að stela sér nokkrum metrum. Akkurat. Flott mars þarna hjá Marcel. Það er spurning hvort við fáum að sjá einu af bombunum að skýrsla sem við stundum að sé frá honum í uppgjöf. Nei, bara skynsamt og skoraði 3 stig. Glæsilegt. Alltaf gaman endar hérna á ás. Alltaf gaman endar á ás og... Þetta verður snögg 3 stig þegar ungu strákarnir voru konur inn á. Já, spurningum að spila bara með þá. Já, akkurat. En flott rýna hjá K.A. unnu 25-13 og hérna líta bara vel út hérna í fyrstu hrynunni í vetur. Já, ég hafði nú ekki oft sem ég man eftir í fyrra þar sem að Matti og Þórði að gera svona mikla breytingar. Akkurat. Þannig að það er gott að sjá að hann sé með hóp sem hann treystir og veit hvað hann getur unnið með. Akkurat. Mjög nöðsilegt að geta hreyftu hópnum aðeins og hvílt þessi lykilmenn sem maður mun mæða mikið á í vetur. En glöggir áhorfendur hafa kannski tekið eftir því að það vantar svolítið af leikmönnum í K.A. Það er allavega hann Pedro sem er ekki með í dag. Já, Pedro sem meiddi sig bara fyrir viku síðan eða eitthvað. Já, og svo er hann Sölvi sem kom hérna í vetur frá Nesbústa. Þrótti Nes, já. Þrótti Fjarðarbyggð. Þrótti Fjarðarbyggð, rétt. Og hann er líka meiddur. Já, var svo heppinn að fótbrjóta sig bara, ætlaði ekki verið viku eftir að hann skrifa undir eða eitthvað. Já, akkurat. En þeir eru nú báðir á batavegi. Já, við fáum að sjá þá báða vonandi fljótt í vetur. Þannig að K.A. á ennþá svolítið inni með þá 2 báða. Algjörlega, breiddin er alveg töluverð og þetta verður svolítið spennandi í vetur. Það verður slegist kantstöðunar í vetur. Klárlega. En svo hérna á eftir að þá er annar leikur í gangi sem byrjar á eftir sem að K.A. kvennaliðið tekur á móti Álftanesi og sá leikur hefst klukkan 5:30 og það er þá fyrsti deildarleikur kvennaliðsins á tímabilinu en það er spiluðu leik daginn í Mosfellsbænum, spiluðu á móti Aftureldingu, leikum meistarana í mjög kaflaskiptur leikur sem að endaði þá þannig að K.A. vann og þær náðu þá að tryggja sér fyrsta titilinn á tímabilinu og það var virkilega vel gert hjá þeim. En við verðum að afsaka þetta, það vantaði stiginn inn hjá okkur. Já, herru, við erum búin að skráðu samansamlega en það er rétt. Þau hefur líklegast ekkert komið í útsendingunni, fyrir núna. Fyrir núna. Já. Við getum allan að sagt okkur það að K.A. vann fyrstu hrynuna. Ég mun, 25-13, einmitt. Við reynum þetta ætti að vera komið inn núna, við reynum að vera duglegir að segja stöðuna gegn útsendinguna. Það er allavega 0-0. Við erum að sinna þessu miklum vanemdum en við fáum vonandi viljan fyrir verkið. Og bara vonandi fyrir þá sem að horfa á K.A. TV kemur Gústi aftur fljótlega. Já, ég held að þessi vantarlega bara morgun, þannig að En það er von. En við reynum að gera okkar besta. Já. Sjá, þá hefur Vestri gert smá breytingu á liði sínu. Hákon Ari hjá Vestra kom inn á bekkinn og hann kemur inn í kantstöðuna fyrir hann. Gekk pínu bröslega hjá honum í fyrstu hrynunni. Spurning hvort það lægist eitthvað núna. Góð móttaka hérna og vel slegið hjá Benedikt. Þeir halda áfram að dæla boltanum á miðjuna. Klárlega, ef það virkar, á okkur að breyta því. Akkurat. Meðan er K.A. liðið alveg óbreytt. Strafgói spilari Matteo Díó
Óskar og Marcel kantar, Antoni og Gísli miðjur og Mattheus líbero. Og hjá, ef við förum yfir lið vestra manna, þá eru spilari Kasper, Dio, Karol, kantarnir Adria og Juan. Miðjurnar síðan Benedikt og Pétur Örn og líbero þeirra Sverrir. Góð móttaka hjá Juan hana, vel slegið. Já, Adrian hana, mjög vel slegið. Matteo vissi upp á þessu sökina, var ekki alveg hún réttan stað í vörninni. Kemur Adrian uppgjöf. Fín uppgjöf, overpass hjá Matteus. Kemur Juan, setur hann í blokkina. Vel slegið hérna, en góð móttaka eða vörn hjá Matteus. Þá kemur Matteo og finnur hornin. Vel gert. Finnur hornin, vel slegið hjá honum hérna. Maður sér að það er smá svona meiri yfirvöðun yfir vestarliðinu þegar Juan er inna og getur svolítið stýrt leikmönnum bara inn á vellinum líka. Ítt mönnum áfram. Antoni uppgjöf, fína uppgjöf hjá honum. Vel slegið hjá Karol. Já, fór hann aðeins í strengin og niður. Strengin og niður. Ég vissum það að bæði Strafko og Marcel vita að þeir eru að geta náð honum. Já. En það er ekki hægt að vera bestur alltaf. Nei, það er. Kemur Benedikt uppgjöf fyrir vestra og þessir úti. Já. Úti hjá honum. Þetta er dýrt. Já, þeir ná ekki neinu svona tengja saman stig. Það getur erfitt á móti liður sem K.A. og hann er ekki að tengja saman stig. Fín móttaka hérna hjá vestramönnum. Kemur Gísli og hamrar hann yfir. Þarna var einhvern veginn bara vissi maður að boltinn var að fara að Gísla og maður vissi alveg hvað hann var að fara í gólfið og það var ekkert hægt að gera í því held ég. Lítið hægt að gera þessu. Nei. Kemur Matteo. Þessir úti hjá honum. Þarna ætlaði Matteo að sýna mátt sinn og að láta hann syngja í gólfinu hinum meginn. Já. Það þarf að sækja svolítið í þessum uppgjöfum, það þýðir ekki alltaf að senda bara lausan yfir. Já, Gísli tók nú 3 í röð í restin áðan og þeir unnur hinn og svoleiðis. Já. Kemur Juan, vel slegið hjá honum og Matteo fann í gólfið. Já. Kemur Marcel, þessir úti hjá honum. Það er alltaf gaman að fylgjast með Matteo fyrir gólfið. Hann ákvað bara að setja hann svo hann geti klárað að sjá stigið. Hann er hann staðið upp á, hann ekki sé neitt. Já. Og þessi rétt úti. Það var vel kallað hana. Rétt úti hjá Karol. Já, þetta verður erfitt fyrir vesturamenn eða geta ekki tengt saman 2 stig. Nei, það er rétt. Getur verið erfitt að vera alltaf ná bara einu. Kemur Óskar í uppgjöf. Fínn bolti Óskari, góð móttaka hjá Juan. Og það er vel slegið hjá Karol. Slær í blokkina. Já, þetta er svona stigin eru bara að fara einhvern veginn eitt á lið og enginn að ná afgjörandi fórustu ennþá allavega. Fínt hérna hjá Marcel. Hjá vestra. Núna er tækifæri. Matteo. Já, vel gert. Það var aðeins, boltinn var svolítið lágur en hann náði að berga honum. Þessi hrína svona byrjaði kannski svona eins og hrínan áðan. Þeir voru svona skiptast á að fá stig í liðin og svo náði K.A. góðan spretti. Þessi hríni, já, vel gert að Gísla. Spurning hvort þið ná að skjótast þetta núna meðan Gísli er í uppgjöf.
Það gæti verið, gæðist held ég svipað á þann þegar Gísli kom í uppgefið mitt. Hann mjög góður í uppgjafarstöðunni ef hann nær að halda boltanum inn á vellinum. Það var spínu vandamál hjá honum í fyrra, sjá hvað hann gerir núna. Bara skynsamt hjá honum inn á völlin. Það voru að reyna kannski aðeins og flókna hluti þarna hjá Vestra. Ekki það stundum reynist oft vera mjög gott að sækja á lið þegar miðjurnar að gefa upp. Þá engin líbyrjón á vellinum og... Ég vil þetta áttu bara að slá hann sem miðjan Já, akkurat. Í vörn. Fínt, það Gísla. Og móttaka. Lauma frá Strafko þarna. Adrian og vel slegið einmitt í miðjunni aftur línu. Það stig. Það rétt. Þetta yfirleitt vanlegt árangus. Það eiginlega ósanngjarnt að miðjurnar þurfa að spila vörn svona í afturlínu. Taka hérna ameríska blakið og láta líbruna fara uppgjöf. Akkurat. Fín móttaka hérna hjá Marcel. Kemur hann sjálfur, hamrar niður línuna. Virkilega vel gert. Hótaði krossinum og tekur svo línuna. Já, hann lófar virkilega góðu. Og hann spila vel í dag. Já, mjög vel og verður gaman að sjá hvernig þetta verður á tímabilinu. Fín móttaka á Juan sem Adrian setur inn í blokkina. Káa bjarga góðu bolti hjá Matthews þarna. Og kemur Karol, setur hann í blokkina út. Já. Vestur að nýta sér það að Marcel gengur illa í blokkinu eins og allavega og bara að nýta hann, slá í blokkina á honum. Algjörlega. Fín uppgjöf þarna. Kemur Marcel og það tekur hann á bringuna Juan. Já. Góð blokk hann hjá Karol. Kemur Matthew aftur. Og aftur blokk. Dæmir net á Vestra. Það var Káa liðið heppið að Vestri var að fara að fá þetta stig ef þeir hefðu haldið áfram. Já. Ég held nú reyndar að Matthew hefði bara slegið í netið en Nei, var samt. Ég ekki dómari. Nei. Fín uppgjöf. Og Óskar neglir þessi góli. Káa svona aðeins að ná fórustunum núna. Spurning hvort hann ná að tegja eitthvað aðeins meira. Já. Það Vestri bara aðeins að ná inn móttökunni á sig. Þeir hefur verið smá basli með það. Þeir að íta og nálagt með uppspilarinn afturlínu. Og uppspilarinn ekki hávaxinn heldur. Kemur Adrian, setur hann í blokkina. Spila Juan upp á Adrian. Þarna var dæmt, hvaða net? Net, ég held að þeir eru bara allir flækst í netinu eins og fiskar. Það var fín veiði á Vestra þarna. Akkurat. Antoni brosir bara þessu. Adrian, fín uppgjöf honum en góð móttaka hjá Matthews. Já. Kemur Antoni, virkilega vel gert hjá Antoni þarna. Hann alveg óhræddur við að slá þarna í blokkina bara og láta það finna fyrir því. Þá kemur Antoni. Fín móttaka hann að Sverrir. Kemur Juan. Antoni spilar upp. Og Matteo setur hann í blokkinu út. Þetta bara eins og einhvers konar listgrein að sjá þegar Matteo að slá í blokkina út. Þetta einhvern veginn. Þetta rosa einfalt fyrir hann. Hoppa bara og býður og sér blokkina og hann hefur tæknina, hann má eiga það. Juan, vel slegið, góð vörn, já. Strafko þarna. Og Matteo setur hann aftarlega.
Brúar hann bara yfir blokkina. Þá gerir Vestri skiptingu. Kasper og Marsin skipta. Já. Þeir eru svolítið að skipta uppspilara. Þetta er ekki búin að vera 3 sem hafa spilað þessa stöðu í dag hjá þeim. Jú, ég held. Þeir eru með 3 að bekknum og 2 aðeins sem eru á bekknum eru uppspilarar. Þetta er... Vel slegið hjá Óskari. Virkilega fast smass. Ég veit ekki alveg hvað gerist þegar að Petru og Sölvi koma tilbaka, hvort þið farið bara á bekkinn. Það er alltaf þeir þurfa að sína sig til að fá að spila. Það er alveg bókamál. Það er ekkert gefins að fá sæti í þessu liði síns mér. Vestri tekur leikljá í stöðunni 15-9 fyrir KA. Búið að vera góð skorpa núna hjá KA, 4 stig í röð. Já, Vestri er í pínu í vandræðum. Hafa ekki náð inn góðri móttöku upp á síðkasti og það skila sig í því að geta ekki spila á miðjuna sem er þeirra sterkasta vopn. Þannig að þeir þurfa að reyna að ná því í gang, ná móttökunni í gang hjá sér. Þá geta þeir reynt að sækja. Mjög erfitt, sérstaklega núna þessum að Gísli er frammi hjá KA og hann er snöggur og getur lesið leikinn og er kominn þá að vera hár bolti. Akkurat. Báðum megin. Og þurfa að reyna að nýta sér það hraðan á uppspilinu með góðri móttöku. Kemur Antoni í uppgjöf aftur. Fín móttaka hérna Sverri. Spilar að Karol. Já! Og góð blokk hérna hjá Óskari. Óskar ánægður með þetta. Er það ekki alltaf svo sem að fagnar mest sem að á blokkina? Jú. Ég held að Óskar fagnir manna hæst alltaf þegar hann gerir blokkstig. Og Antoni með sér úti hjá honum. Já. Það er Vestramenn sem fegnir að losna þessari stöðu. Það er erfið staði hjá þeim. Því miður þá erum við ekki með höldum ekki utan skorið hjá leikmönnunum í dag en ég held að það hefði verið gaman að sjá eins og hjá KA hvað er búið að dreifast vel skorið. Já, það eru margir búin að skora í dag. Miðjurnar okkar báðar eru örugglega með rétt úti hann hjá Gísla. Náði ekki alveg tengja nógu vel. En ég held að miðjurnar hjá KA-liðinu báðar séu komin með örugglega 4 stig. Já. Og svipað þá vestra megin, því að miðjurnar eru þar búin að skila vel. Akkurat. Ekki sé mikið og Juan stigalega séð frá hann kom inn á. Þessi var erfiður hérna frá Þrakko. Hérna er netdæmt á vestra. Já. Pétur misti aðeins. Náði ekki alveg að halda sér, misti allt í netið. Flaktist aðeins í netinu hérna, þetta var... Og þá gerir KA skiptingu, gerir líbero skiptingu. Þegar hann Eyþór kemur inn fyrir Mattheus, ungur strákur sem kemur frá Dalvík. Búinn að... Glæsileg blokk hérna í Gísla. Já, Eyþór er búinn að vera að spila í deildir bestu, 3. deildinni. Alveg rétt. Það eru bestu liðinu, það ekki? Jú. Já. Mikið góður og mikill efni við þar í 3. deildinni. Algjörlega. Mattu og í uppgjöf. Góð móttaka hérna á Adrian. Kemur Juan. Og þeir eru bara mættir í blokk. Það er hérna Smöss vinna leiki og blokkir vinna titla, eða eitthvað. Er það eitthvað til í því? Já, þetta er ekki fyrir fótboltanum. Vörnin vinnur leikinn. En góður sóknin titla. Já, kannski. Það kemur Hákon inn á aftur. Kemur inn fyrir Marcel. Kemur í áttalínuna fyrir hann. Kemur Karol hérna. Já.
fítbolti á þarna Eyþór. Matteo ætlaði bara að hamra honum. Það var kannski aðeins harri en Já. Matteo veit hann álaga þetta samt. Já. Allavega hann ekki setja hann í netið. Matteo skimur þessi yfir. Móttakan klúraðist aðeins þarna. Og Marcin. Já. Skimur þessi yfir. Virkilega vel gert. Er ekki örugglega 2 stig þegar Auðspururinn skorar eða hvernig er það? Er það ennþá 1? 3 finnst mér ætti að vera. Það var virkilega vel gert hjá honum. Akkurat. Smá misskilningur þarna. Héldu að Auðspururinn hjá Vestra væri í afturlínu. Fítbolti þarna, kemur Óskar, setur inn í blokkina. Juan slæðir í netið. Hann er ekki alveg að finna sig í dag, er að slá í neðri strenginn. Það er ekki gott dæmi mikið sjálfstraust. Það var aftur 2 skipting. Já, Ágúst inn fyrir Strafko sem Díó þá og Kristoffer inn fyrir Matteo. Matteo er í afturlínunni, þá eru spilur hvernig aftur. Akkurat. Hjá Káa. Frábært að leyfa ungu leikmönnum spila. Nú er meðalaldurinn ekki hár. Nei, akkurat. Og meðalhæðin ekki heldur. Og hann er minkað aðeins líka. Vel gert hjá Sverri hérna, kemur Juan. Já! Og Gísli mættur. Áfram. Hann er bara mættur alls staðar. Þetta var frábær blokk. Já, hérna, Juan er búinn að lenda í alls konar vandræðum hérna á móti Gísla. Já. Gísli er alveg með honum í vasanum hana. Spurning hvort að Marcin þurfi ekki aðeins að fara að leita eitthvað annað. Já, Juan smá pásu. Óskar og hann setur inn í netið. Og þá fer Juan í uppgjöf. Finn ekki frá honum. Adriano. Vel gert hjá Káa og Vestra, þeir bjarga þessu. Vel slegið. Óskar gerir vel. Hittir hann skynsandi yfir. Kemur Karol. Þessi er úti. Þessi er úti, já. Kristoffer var ekki alveg nú að handa langur, hann náði ekki boltanum. Nei, akkurat. Og þá gerir Vestri skiptingu. Juan fyrir út á og Hákon kemur inn á. Og Gísli kom inn í uppgjöf, hann kláraði hrinuna einmitt svona áðan. Kom í uppgjöf í 22 áðan líka. Flott uppgjöf. Óskar ætlaði að vera rosa skynsamur hérna. Sniðugur. Borgar sig aldrei að vera skynsamur, maður bara láta vaða. Bara láta vaða, ekki hugsa svo mikið. Nei. Það er bara vont. Og þá gerir Vestri skiptingu. Og út af fer Pétur Örn. Og inn á kemur Gretar Logi. Hann á að koma inn í uppgjöf fyrir hann. Og hann oft sé þetta, miðjuteknar út á uppgjöf. Já. Fimmtán, 22. Káa leiðir. Og þá er allt komið í orden. Gretar með uppgjöf. Hann laumar með yfir, Kristoffer ekki alveg að fylgjast með þarna. Gleymdi að horfa að boltan. Óheppinn þarna. Já. Eða mjög vel gert hjá Gretari, annarkvort. Akkurat. Aðtöku hvort hann gerir þetta aftur. Það hann gera aftur. Nú starir hann á netið. Já. Góð uppgjöf þarna. Káa bjargar þessu, Kristoffer setur hann yfir samt. Þessi bolti fyrir bara út. Og þá skiptir Káa aftur tilbaka. Strafko og Matteo kom inn á.
Strafko er þá komin í uppgjöf og í afturlínunni. Strafko í uppgjöf, spurning hvort hann ætlar að klára sér hinnu bara. Já. Ég er alveg viss hann langi 2 ása. Akkurat. Ég fór að hugsa um að þess að tala að hæðin var kannski ekki mikilvæg K.A. liðinu, en það er ótrúlega hvað tóknar rúður sem ungu strákum sem eru hjá Mattheu á frumlínunni. Já. Ég ætti kannski ekki að segja mikið, þeir eru sannlega allir mikið stærri en ég. Góð vörn hann hjá Eyþóri. Óheppnir þarna vestramenn, góð barátta hjá þeim samt. Kemur Strafko. Fínu uppgjöf þarna og kemur Mattheu og hann finnur shortcrossinn. Já, klárar það. Virkilega vel slegið hjá honum. Sér bara hvað er opið og slær þangað. Hann er ekkert að flækja þetta neitt. Nei. Hann hefur ekki snerpun og ekki styrkinn, hann hefur skynsemina. Þessi hrinna endar þá þannig að K.A. vinnur 25-16 og er þá komið í 2-0 fórustu. Já, svona fyrirfram hefði maður alveg kannski geta reikna með því að hrinnan að K.A. myndi taka þetta. En ég hef kannski ekki búist við því að myndi enda alveg svona. Nei, ég held nú að Vestri myndi nú komast í 20 stigin kannski og þeir sjáum kannski hvað þeir gera núna en þessi báður þessar hrinnu hafa byrjað þannig að liðin eru svolítið jöfn og svona er K.A. stingað þess af. Já, og vantar náttúrulega hann hefur komið inn og hann hefur ekki verið að skila mjög góðu dagsverk í dag. Ekki náð sér á strik alveg í leiknum. Nei. Það munar nú ekkert minna en ef hann er ekki. Algjörlega. Þannig að það er spurning hvort að hann kom inn eitthvað aftur og hvort hann ætla að gera betur. Já. Kannski hann komið bara inn í uppspili aftur. Aldrei veit ég, það er svona kannski aðeins meira ró yfir liðinu þegar hann er inn á og sérstaklega kannski þegar hann er að spila upp. En þeir hafa líka staðið ágætlega, Kasper og Marcin. Klálega og bara 2 ungir strákar sem hefur verið gaman að fylgjast með í framtíðinni og bara á tímabilinu. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta verður. K.A. gerir hins vegar breytingu á sínu liði. Sé að Ármann er að koma inn, annar ungur leikmaður sem hingur frá Þrótti Nes. Já. Það er mikil uppsprett af leikmönnum frá Þrótti Nes eða Þrótt Fjarðabyggð hérna í K.A. Já, það er löng saga hérna. Alltaf voða gott að sækja á austur bara einhverju leikmenn sem vantar. Já, það voru nú alveg á og til hugsaði með svo sérstaklega í kvennaliðinu hvort það væru bara leikmenn inn á vellinum sem hefur komið frá Þrótti Nes eða Þrótti Fjarðabyggð, en hérna. Já, ég bara hitti fyrra, ég er ekki frá því að hann hafi verið örugglega einn leikur sem var bara tímapunkti sem var bara Þrótti Nes leikmennin á vellinum. Já, nei, það er frábært starf sem verður unnið þar og hérna. Og við njótum góðs af því. Já, algjörlega. Takk fyrir það. Já. Já, Mattheu ætlar að gefa Antoni smá pásu og leyfa Ármanni að koma inn á miðuna. Já. Það er líka bara gaman að sjá. Þetta er einmitt staðan, þú ert að vinna 2-0 og allt gengur vel, þá verður að prófa aðra leikmenn og sjá hvernig þú hefur liðið. Akkurat. Já, það verður spennandi að sjá líka, ég veit ekki hvernig þeir hver er að verða sem að fyllir þessa seinni miðjustöðu. Það Gísli er nú svo sem alltaf fyrstur á blað. Einmitt, og verður Antoni eða verður Ármann eða hvað, við sjáum hann fljótlega. Já. Það er allan að bóka mála, það fyrir enginn úr splæsi í þetta lið. Nei. Við tímum því ekki. Nei, við þurfum á öllum okkar miðum að halda þar sko í harðri baráttu í þriðju deildinni. Já. Það er deildin. Já. Spurning að ræða við Gústa hvort við höfum ekki hafa K.A. TV lýsingu í þriðju deildinni. Það væri nú alveg frábært. Byrjar Vestri í uppgjöf, Juan í uppgjöf. Stuttur bolti, Óskar skríður þetta gólfur nær honum. Og kemur Marcel, setur hann út. Óheppinn þarna.
skar hann aðeins svo mikið. Rétt úti. Bara 2 metrónum held ég. Það er alveg magnað að fylgjast með hann hvað hann getur stokkið hátt og slegið boltan bara í allar áttir. Við fann boltan í netið. Þetta er bara eins og hinnar hinn hafa byrjað. Það er 1-1 bara og akkurat. Nú verður bara Vestri að gera sér hratt í gang og reyna að ná að raða inn einhverjum stigum, ná smá forskoti á KA-liðið. Það verður alltaf að gera eitthvað í þessu hrinnu. Fín uppgjöf hérna. Já, vel slegið. Já. Greinilega einfalt plan hjá Vestra. Það er bara miðuð að fara alltaf á stað og ef ég get að spila hjá okkur. Akkurat. Það er að virka. Ég vil kannski nýta tækifærið með hann að Gísli er út af og hérna sækja meira á miðuna. Einmitt. Fín uppgjöf hérna, góð móttaka hjá Mattheus og gott smash hjá Marcel hérna. Virkilega vel gert. Þannig kemur Marcel í uppgjöf. Fín bolti, fín móttaka hérna hjá Vestra. Og vel gert hjá Karol. Slær í blokkinn út. Virkilega vel gert. Já. Þetta er sem þau þurfa núna. Það er innan raðinn stigum. 3-2, Vestra yfir. Þá er Pétur komin í uppgjöf. Og setur hún í netið. Já, 2 uppgjafir í röð sem hafa farið forgörðum hjá Vestra. Þetta er einmitt það sem við tölum áðan. Þarna spila líka reynslan inn í eða reynsluleysið. Já. Þú þarft ekki alltaf að skora úr uppgjöf. Nei. Og þarna reddaðir þessu. Já, vel gert hjá Vestra þarna. Kemur Óskar og þarna var hann beinandi þannig aðeins og sér setja í blokkina en ætlaði að reyna að bjarga sér, hafði ekki alveg. Já, líka þá að við að klúra uppgjöf og þá fara náttúrulega hitt liðið stig en það er líka bara þetta að það dettur niður allur krafturinn einhvern veginn og verður að koma boltarum allavega einu sinni yfir nettið. Góð uppgjöf hérna hjá. Vel gert hjá Ármanni. Fyrsta stig Ármanns fyrir KA. Já, glæsilegt. Það er frábært. Við erum líka í smá erleikum með fyrir uppgjöfuna frá honum áðan, þannig að þetta er bara hörkubyrjun hjá honum. Önnur uppgjöf, góð uppgjöf aftur. Góð vörn henni hjá Strafgó. Já. Erfitt að ná þessum bolta, fór í netið og lag niður. Akkurat. Karol koni uppgjöf. Það er bara annar bolti. Og góð barátta hérna hjá Vestra samt. Frábær byrjun hjá Ármanni hérna í flottar uppgjöfur frá honum og hérna og hann tekur Vestri leiklega. 4 frábær uppgjöfur röð hjá Ármanni. Virkilega vel gert, góð innkoma hjá honum. Vestri tekur leiklega þess að reyna aðeins að ísa hann Ármann niður, hann er sjóðheitur. Sjóðheitur. Það er spurning hvað Vestri ætlar að gera. Þeir eru búin að lenda í þessum. Allar hrinurnar er að lenda undir svona og hafa ekki náð að koma tilbaka. Spurning hvað ég gera núna í þriðju hrinu. Það er svolítið núna að duga að drefast. Já. Kannski nýtum tækifærið og minnum á leikinn á eftir. 5:30 eða ekki. Jú. KA Álftanes, Ömbræðingardeild kvenna. Fyrsti heimaleikur stelpnanna í vetur. Virkilega spennandi tímabil framöndan þar og svo er annar leikur á morgun. KA Hamar, karlamegin. Þeir ná að bjarga þessu. Kemur Adrián, finnur blokkinn hann, vel gert. Kemur hann aftur, vel slegið, þessi er inni. Já, þessi er inni. Já. Sammála þessu. Alveg á línuna. Þú mátt að segja að þetta hefði verið gott leikli hjá Vestra. Já, má segja það. Skilaði allan stigið. Já.
kemur Karol í uppgjöf. Þessi inni. Já. Já. 2 stig í röð. Þetta þurfti að vera að halda núna. 7-5, K.A. leiðan þá. 2 góð stig í röð hjá Vestra. Hvort á einu viðbót. Setja hann í netið. Já. Mikið að klúruðum uppgjöfum hjá Vestramönnum í þessum leik. Eins og við höfum tönglast á alla leikinn. Já. Þetta er dýrt, þetta er dýrkeypt. 3 uppgjafir allavega sem hafa klúrast núna. 3 þessar hrinnu, já. Af þessum 8 stigum sem K.A. hefur fengið. Akkurat. Og Strakkur laumar. Já, en vel gert þarna, ná að bjarga þessu. Missir hann yfir. Já, vel slegið þarna hjá Óskari. Og hann lendi þarna aðeins á dómarastiganum eða búrinu. Já, veit ekki alveg hvað dómarinn er að dæma á. Já, það var allavega smá reiki stefna þarna. Spurning hvorum megin við Antonina boltinn hefur farið. Já, það er allavega stig til K.A. Já. Góð móttaka þarna, kemur Juan. Mattius alveg með þetta samt. Og góð vörn hann í hjá Sverri. Kemur Óskar, góð blokk hjá Juan. Og kemur Mattius, háan bolta og hann laumar. Já, það var fallega gert. Línan alveg galopin hérna og Mattius bara þakka fyrir það og laumar hann beint niður. Já, þarna var ég alveg 100% öruggur á því hann ætlaði að fara að slá af öllu mætti en svo kom bara að lauma. Kikkaði skynsíminn inn. Já. Mattius ennþá í uppgjöf, 10-5. Stuttur bolti, vel gert hjá Sverri hérna. Hvað gerir á miðjan? Adrian er þessu. Já, vel slegið hjá Juan hérna. Héldu allir hann ætlaði að fara krossinn, en snýr hún svo brot línuna og yfir Mattius í vörninni. Og þá er Adrian komin í uppgjöf fyrir Vestra, hann tekur flot. Góður bolti hérna og vel slegið. Frábærlega gert. Gísli búinn að vera drjúgur bæði, blokkstig og smösa miðinni, uppgjafir. Bara Gísli búinn að vera mjög góður í þessum leik í dag. Vonandi er þetta bara sem að koma skal í vetur. Það kemur Óskar í uppgjöf, fastur bolti hjá honum en mjög góð móttaka. Gera vel hérna. Kemur Hákon, finnur blokkina, flott hjá honum. Já. Þarna hætti Juan við að fara af stað og smá misskilningur. Smá misskilningur þarna. Nú þurfa Vestramenn bara að reyna að halda haus. Kemur Óskar. Og missa hann yfir aftur. Og kemur Marcel, góð blokk hérna. En hann er úti, og blokkinu út. Og þá gerir K.A. líbero skiptingu upp. Eyþórinn fyrir Mattius. Dalvíkingurinn upp knái. Og en þá er Óskar í uppgjöf. Fastur bolti við Óskari, góð móttaka hérna, bara örugt. Kemur Adrian og hann er tekinn í blokkinni. Frábær blokka með Marcel. Marcel með góða blokk hérna. Fagnar mikið fyrir hann á góðri blokk. Fyrsta blokkið hans fyrir K.A. Já. Þá gerir K.A. breytingu. Mattius tekur sjálfan sig út og setur Ágúst Leó inn á í D.O. stöðuna. Já. Stöðunni 14-6 fyrir K.A.
Ef einhvern tímann þá núna. Akkurat. Já, fer Óskar í uppgjöf. Og setur hann í netið. Ég var næstu búinn að sleppa orðunum og Óskar væri búinn að vera með flottar uppgjafir. Það er náttúrulega klúrast hún. Já. Hann ætlaði sér pínu að gera fast núna. Hann ætlaði bara að skora sjálfur. Já. Beint í uppgjöf fyrir Vestra. Fín móttaka hann hjá Káa. Kemur Gísli. Geggjuð blokk hann hjá Vestra samt. Ég voru búinn að lesa þetta. Já. Voru búinn tvöfald á hann. Gísli hefði kannski alveg ráðið aðeins herri bolta líka en hérna þetta var vel gett í Vestra. Já. Beint aftur í uppgjöf. Fín móttaka hjá Óskari. Kemur Marcel. Og þetta er góð blokk og kemur Gísli og tekur hann á blokkinni bara virkilega vel gert. Og þá er Gísli mynd farin í uppgjöf. Já, Ármann kominn inn á. Og er gaman að sjá Gísla að spila núna. Hann hefur mikið þroskast frá síðasta tímabili. Já. Hann skilar vel og er ekki jafn villtur en hann var. Og þegar ég segi það setur hann boltan út. Það er einmitt. Nú förum við að hætta að hrósa þeim. Já. Og Juan kominn í uppgjöf fyrir Vestra. Hvað gerir Juan? Tekur jump uppgjöf. Góður bolti, fastur bolti. Strafko gerir vel. Fallega gert. Það er erfitt að verjast honum. Hann er svo hátt uppi. Já. Strafko. Þarf að vera mjög hátt á mótunum til að ná að verjast þessu í blokk. Kemur Strafko í uppgjöfina. Góð uppgjöf. Fín móttaka hjá Karol. Það er á miðjuna. Já, heyrðu. Smá miskilningur hjá Vestra. Ég er sammála þessu. Ég gat ekki segja betur en að Ármann hefði farið í netið. En enga síður, þá verður Vestri bara að halda áfram að spila. Já. Það þýðir ekkert að stoppa bara og kvarta. Kemur Karol. Þessir úti. Já. Hann dæmir net núna. Já. Dæmir net á Ármann. Nei, á Ágúst. Nú kemur Hákon Ari uppgjöf fyrir Vestra. Fýtt bolti, góð móttaka. Strafko finnur, leitar Ármanni, hann er ekki alveg að skilja sig niður. Slæðir hann út. Já. 2 stig í röð fyrir Vestra. Og það er Hákon í uppgjöf. Fín uppgjöf, hann rétt úti þessi. Já, þetta er aðeins svo mikið af mistökum uppgjöfum held ég hjá Vestra þessari hrinnu. Óþarlega mikið af mistökum úr ekki svo erfiðum uppgjöfum. Já. Marcel, fín uppgjöf og honum en góð móttaka hjá Adrian. Aðeins langur bolti hjá Juan á Karol sem setur hann í andunna. Já. Marcel aftur í uppgjöf. Góður bolti hjá honum. Juan spilar þessu upp. Finnur Adrian sem ætlar að reyna að finna blokkina. Fann enga putta. Nei. Og hann gerir Vestri skiptingu. Greta Logi kemur inn á fyrir Adrian. Og þá gerir KH breytingu líka. Já. Kemur Kristján inn fyrir Strafko í uppspil. Ég held að þetta gerist nú ekki oft þar sem það eru 3 uppspilarar búin að spila upp á báðum liðum í einu leik. Ég var að renna yfir listan á en ég held að núna séu allir búin að spila hjá KH. Kristján var svo síðasti sem átti eftir að spreyta sig. Það er virkilega gaman að sjá. Og svolítið á línuna. Já. Og bara rétt kominn að 3 metra línu þegar hann hoppaði held ég. Já, kastið hjá hann var ekki alveg nógu gott þannig að hann var að... En þeir hlæja nú bara þessu. Já.
Góður mórall í hópnum, gaman að sjá þetta. Já, að vera gaman. Fín uppgjöf þarna en frábær móttaka. Kemur Ágúst, setur hann inn á. Og Karol setur hann í blokkina og út. Virkilega vel gert hann hjá Karol. Og áfram með Pétur í uppgjöf fyrir vestra. Fýtt bolti hérna en góð móttaka. Kemur Óskar. Finnur blokkina út. Mjög vel gert þarna. Flottur bolti á Kristjáni. Já. Þeir eru ánægðir með þetta. Gaman fyrir Óskar líka að spila með honum. Búinn að þjálfa hann í yngri flokkum. Síðan að Kristján byrjaði held ég í blaki. Akkurat. Það er gaman að fá að spila með honum flokksins í meistaraflokk. Góð uppgjöf hjá Ármanni. Kemur Juan. Finnur Grétar. Já, helst leið hjá Grétari. Ármann er ekki alveg við þetta. Nei. Já, finnst massa Grétari. Hann hérna Adrià fór út af og hérna Grétar kom inn og bara skoraði strax. Já, hann hefði með þetta. Grétar kom líka. Hann hugsaði ekki neitt. Hann ætlaði bara að slá fast. Já. Það virkaði. Karol í uppgjöf. Fín uppgjöf hjá honum en góð móttaka. Það er Óskar. Góð lágvörn hjá Marcel þarna. Og Óskar finnur þarna blokkina og niður. Grétar Logi leyndi svo að gata hann á honum, en náði ekki alveg. Akkurat. Eyþór kemur aftur inn á. Spurning hvort að þau séu að skipta bara milli vörn og móttöku. Kemur Ágúst þarna og setur hann í netið. Það fer Grétar Logi í uppgjöf fyrir vestra. Góð uppgjöf þarna hjá honum. Kristján spilar þarna á Ágúst sem slæðir hann í blokkina og Káan er ekki að verjast í síðan. Fín tilraun samt. Já. Góð uppgjöf aftur en góð móttaka líka. Marcel þarna í pæp. Virkilega vel gert hjá þeim. Já. Hægara pæp en mann er vanur að sjá kannski en það virkaði. Þetta virkaði bara mjög einfalt og... Það geta flækið þetta neitt. Akkurat. Og þá gerir Káa aðra skiptingu. Óskar skiptir fyrir Hákon sem er með eitt annar ungur leikmaður sem Óskar þjálfaði. Já, akkurat. Fyrir Hákon í uppgjöf. Fín uppgjöf að Hákoni þarna. Kemur Karol, slær í blokkina út. Ef ég man rétt að þá er Hákon úr töluverðri Blag fjölskyldu, það ekki? Okkar Hákon. Já. Hákon Káa. Já. Jú, hann sonur Arnar Más sem var nú hérna að spila í meistaraflokki mörg ár og systir hans Jóna Margrét sem er nú spilar á Spáni núna og mamma þeirra náttúrulega búin að spila í neðri-deildum hérna svolítið mörg ár. Já. Þannig að það vantar ekki Blag áhugan í háfjölskyldu. Akkurat. Lestuði nú aðeins að sækja núna þeir þarna. Já, það er búin að minnka þetta aðeins. Já. 23-18 fyrir Káa. Kemur Gísli þarna, virkilega vel gert. Og hár bolti frá Kristjáni en Gísli bara sveif í loftinu, beið eftir honum. Það er oft þægilegt fyrir þessu auðspilar að vera með miður sem geta bara hoppa og hangi í loftinu lengi. Já. Og þá er Gísli komin í uppgjöf. Spurning hvort hann ætla að klára þetta. Taka eitt fastan. Þessi var inni eða ekki? Þetta dæmist úti þessi. Já, ok. Tæpur. Já. 24-19. Juan í uppgjöf fyrir vestra. Fín móttaka hann í Hákonni. Kemur Ármann. Þessi er úti. Já.
Hann er með svolítið erfiðar uppgefur og ég held hann viti alveg hvar hann ætlaði að setja boltan. Já. Kemur hann aftur. Matthews tekur á móti. Kemur Marcel. Virkilega vel slegið og kláraði þetta. Frábært smass. 25-20 þessar hreinu og K.A. vinnur leikinn 3-0. Nokkuð samfærandi, bara mjög samfærandi. Og hérna sjáum við 2 menn á hækjum kominn að fagna með K.A.-mönnum. Akkurat. Þetta hafi bara verið virkilega sanngjörn sigur. Já. K.A.-menn bara mikið betri í dag og Vestri náttúrulega, eins og ég er búinn að segja, ungt lið, ungt og efnið lið og það verið virkilega gaman að fylgjast með þeim í vetur spila. Algjörlega, þetta var bara svona nokkuð samfærandi hjá K.A. held ég bara, það var aldrei neitt vesen og þau voru að spila á mörgum mönnum og gefa mörgum tækifæri og Já, þetta verður bara gaman að horfa á bæði lið í vetur. K.A. lið mjög breytt frá síðustu árum og sama tíma horfa á vestra liðið, ungt og efnið lið. Það verður bara virkilega gaman að fylgjast með þeim báðum í vetur spila. Já, þessi lið verða ábyggilega hérna í toppbaráttunni einhvers staðar á tímabilinu og hérna. Já, ég held að við skulum alls ekki afskrifa vestramenn. Þó þessu leikur ekki enda vel hjá þeim. Nei. En ég held að við segjum þessu þá bara lokið hjá okkur í dag. Já. Góður K.A. sigur og vonum bara innilega að fáum að sjá annan K.A. sigur eftir hjá stelpunum. Já, við verðum hérna aftur svo klukkan 5:30 með beina útsendingu frá K.A. og Álftanesi í kvennaboltanum. Þangað til þá. Takk fyrir. Takk fyrir.